Nú ætla ég aðeins að renna yfir fleiri YouTube síður ljósmyndun. Ég gerði svipað myndband fyrir nokkrum árum síðan, en það var ansi mikið breyst á þessu markaði síðan. Sumar af síðunum sem ég talaði í síðasta myndbandi eru hreinlega hættar, eða þeir sem eru með þar hættir að setja inn efni, og meðan aðrir hafa fært sig yfir á nýjar síður. En það myndband er alveg ágætt. Flestar síðurnar eru í fullri notkun ennþá, eða eru að minnsta kosti að nefna, þannig að efnið er aðgengilegt. En ég ætla að fara í gegnum einar 20 síður. Ég ætla ekki að stoppa mjög lengi við hverja síðu. Ég ætla að fylla bara örstutt hvað er á þeim. Þið getur svo bara að skoða þær betur, en þið finnið svo alla linkana hérna í athugasemdunum fyrir neðan. Og gamla myndbandið getið þið fundið með því að slá inn bara þetta sama í leit. Það heitir bara það sama á þetta, nema þetta heitir númer 2, og eins verður þetta í sama spilunarlistanum. En í þeim spilunarlista verður líka, eru fleiri kennslumyndbönd sem ég hef gert. En hérna er fyrsta YouTube síðan. Þetta er Dave McKeegan. Hann fjallar alls konar búnað og alls konar pælingar varðandi ljósmyndun. Aðeins verða svona fikta við að gera kennslumyndband líka. En á öllum þessum síðum þá er rosalega misjafnt hvað er mikið efni hérna, og það er mjög gagnlegt ofta að fara í spilunarlistana. Sumir eru með bara fáa spilunarlista eins og þessi, og meðan aðrir eru með fleiri. Peter McKinnon er gríðarlega afkastamikill. Þið sjáu hann er með rosalega marga áskrifendur, mjög vinsæll, og hann er mjög skemmtilegur. Hann fjallar ljósmyndun frá öllum hliðum. Gerir alls konar myndbönd. Hann er með kennslumyndbönd, hann fjallar búnað og bara allt mögulegt. Ég skal sýna ykkur spilunarlistana hans. Þið séu að þeir eru svolítið fleiri, en hann er mjög virkur. Potato Jet fjallar fyrst og fremst, eins og við sjáum hérna, búnað. Smá svona ferðasögur hjá honum líka. Hann er hress og skemmtilegur líka. Three Blind Men and an Elephant Productions. Þessi kemur svolítið skemmtileg sjónarhorn á alls konar pælingar. Sérstaklega fjallar búnað og er dálítið með viðtöl. James Poppies, hann fjallar fyrst og fremst búnað og svona trikk og þess áttar. Svona smá kennsla. Svolítið ferðamyndbönd hjá honum líka. En margir af þessum ljósmyndurum hafa komið til Íslands, og þetta finna myndbönd tekin á Íslandi. Chris Winter fjallar fyrst og fremst búnað, er með að gefa búnaði einkunnir, bera saman alls konar ljósmyndabúnað. Thomas Heaton er á svipuðum stað, en það er svolítið af svona kennslumyndböndum hérna líka. Eitt og annað. Photo Focus. Þetta eru alls konar myndbönd bara almennt ljósmyndun. Viðtöl, hérna er Lightroom, kennsla eða pælingar. Alls konar hlutir. Það er rosa misjafnt hvað er mikið af myndböndum inn á þessum síðum. Eric Kim. Þetta er fyrst og fremst svona götuljósmyndun sem er verið að fjalla á þessari síðu. Creative Life. Þetta eru alls konar myndbönd bara með allt og ekkert tengt ljósmyndun. Kai Wee, Kai Töfaldvaf, þetta er hann er frá Hong Kong, en lærði í Bretlandi, en nú held ég svona misjant hvar hann tekur upp myndböndin sín. En þetta er allt og ekkert tengt ljósmyndun. Hann er mjög skemmtilegur. Erik Rossi fjallar fyrst og fremst búnað. Tekur út myndavélar, alls konar myndavélar. Everyday Dad. Þetta eru bara hann fjallar mikið búnað, en þetta er alls konar myndbönd tengt ljósmyndun. Art of the Image, hann fjallar fyrst og fremst að bera saman búnað
fjallar stundum búnað sem ekki kominn, hvað verið að tala í tengslum við eitthvað sem gæti verið á leiðinni. Peter Craig fjallar fyrst og fremst búnaðinn, svo bara ýmislegt tengt ljósmyndun, svona aðeins öðruvísi en hinnir. Matti Happoja kann ekki að bera þetta fram. Þetta Finni sem vinnur mikið með Peter McKinnon. Þið sjáðu, hann að vinna hérna með honum. Ég ekki eins vinsæll, en alveg ágætur líka. Kemur stundum með aðeins annað sjónarhorn, en þeir sjást reglulega í myndböndum hjá hvor öðrum. Ég talaði Peter McKinnon áðan. Hér ég talaði áðan að vera öðruvísi. Það nú eiginlega enginn jafn mikið öðruvísi eins og þessi. Þessi talar búnað og hann gerir það nákvæmlega eins og honum sýnist. Þessi, ég ætla ekki að reyna að bera þetta fram. Hann talar búnað bara nákvæmlega eins og honum sýnist og ekkert að skafa utan að því. Kinotika, þetta bara allt og ekkert tengt ljósmyndun. Þetta fyrst og fremst búnaður. Armando Ferreira. Þetta bara allt og ekkert tengt ljósmyndun, mikið búnaður eins og hjá mörgum öðrum. Og að lokum Dan Watson. Þetta bara fyrst og fremst búnaður en allt og ekkert tengt ljósmyndun. Það eru misgóðar þessar síður. Það er misjafnt hvað okkur finnst þessar síður, en þær eru flestar gagnlegar og sumar geta verið meira gagnlegar fyrir suma frekar en aðra, en þetta allt eitthvað sem maður þarf að rúlla í gegnum, því ef maður ætlar að ná góðum árangur í ljósmyndun þá þarf maður að leggja í það vinnu, ekki bara í að taka myndir, heldur líka að skoða hvað aðrir að gera.